Já, komið sælir blikar, Narafjær. Nú erum við velkomin í þessa beinu útsetningu hérna hjá okkur. Það er smá bras á okkur. Það er náttúrulega orðinn gamall tækjabúnaður. En við náðum að bjarga þessu á síðustu stundu. Nú hafa verið að tala um hverju var að spila hér í dag og það er náttúrulega Breiðablik á móti Grindavík. Og samkvæmt leikskýrslu þá er Anton Ari í markinu. Svo eru aðri leikmenn Elvar Freyr Helgason, Höskuldur Gunnlaugsson, Gísli Eyjólfsson, Kristinn Steindórsson, Karl Friðleifur Gunnarsson, Stefán Ingi Sigurðarsson, Davíð Ingvarsson, Arnar Númi Gíslason, númer 28 og svo er Andri Rafn Jómann og Ímir Halldórsson, númer 44. Og þarna er Anton að verja. Nú lið Grindavíkur er
Aron Dagur Birnusson í markinu. Svo koma aðri leikmenn Nemanji Ladonovic, Viktor Guðberg Hauksson nr. 6, nr. 7 Sindri Björnsson, nr. 9 Guðmundur Magnússon, nr. 20 Dagur Ingi Hammer Gunnarsson, nr. 21 Marino Axel Helgason, nr. 22 Oliver Berg Sigurðsson, nr. 23 Aron Jóhannsson, nr. 26 Sigurjón Rúnarsson sem fyrirliði líka Grindvíkinga og nr. 33 Sigurður Bjartur Hallsson. Staðan ennþá 0-0 og það eru 14 mínútur liðnar að þessum leik. Og nú bara að gera njóta. Nú það alveg ótrúlegt að vera að spila hér í 5 stiga hita í miðjan janúar og með ólíkindum alveg. Það reyndar bara með ólíkindum að við skulum bara vera að spila almennt. Þetta var Kristi Steindorsson kominn í gott færi en náði ekki að setja boltann inn þarna.
Staðan er 0-0 ennþá og það eru 20 mínútur liðnar að leiknum. Ég seti inn markatöluna hér á eftir. Ég þori ekki að hreyfa við þessu í augnablikinu. Vel gengur. Gísli með góða sendingu? Nei. Það skuldum við þessum bolta. Og það er bara táinn fram og Anton tekur þennan. Og skilar honum bara á næsta mann. Og það er Elvar Freyr. Og sendir hann tilbaka. Gísli fær boltan aftur, sendir óvanda inn á... Nei, við fáum fyrst af þessu en við fáum þarna aukaspyrnu. Á stórhættulegu stað eins og ykkur hefði sagt. Og mér sýnist að verða skipting á öllu liðinu í hálfleik. Og mér sýnst að leikmaður númer 37, það er hann Ýmir Halldórsson. Nú væri gott að vera með Kelan hérna með sér í lýsingu. Hann kemur bara hérna. Já, Ýmir er uppalinn í Kársnesskóla. Hann er 2001 árgerðin. Ég er að fá hérna fín skilaboð. Guðjón Már Sveinsson er að mata mig á skilaboðum hér. Spilaði sem miðjumaður framan af en færði sig svo í vörnina. Staðan er ennþá 0-0 og það eru komnar 23 mínútur á klukkuna. Eins og ég sagði áðan og þá ætla ég ekkert að hreyfa við þessu fyrir inn í hálfleik. Meðan tæknin er ekki að stríða okkur.
1-2. Óóóó!
Og fyrir þá sem voru að koma inn að þá er staðan 0-0 ennþá og 30 mínútur liðnar af leiknum.
40 mínútur á klukkunni og staðan er ennþá 0-0. Tvær mínútur eftir af þessum hálfleik plús uppbótartími sem er sennilega enginn. Hálfleikur og við komum aftur eftir nokkrar. Ég ætla að laga smá aðeins hérna en við sjáumst eftir smá.
Jæja, velkomin aftur. Eins og þið sjáið að þá er bara gjörbreytt lið komið inn og maður þekkir ekki nokkra þarna en það eru nokkur kunnuleg andlit. Viktor er kominn þarna, Guðmundur Lýðsson, Damir. Velkomin aftur. Eins og þið sjáið að þá er bara komið inn og og staðan er ennþá 0-0. Búinn að setja það á skjáinn. Já, góð sending. Guðjón Pétur Lýðsson strax byrjar að sýna töfrana. Fyrsta snerting ekki nógu góð.
Það hlýtur eitthvað að fara að bresta. Brynjólfur. Og það fullt af áhorfendum hérna í bílum sem eru að horfa á leikinn fyrir utan girðingu.
59 mínútur liðnar þessu leik og staðan þá 0-0. Og Grindavík í hörku sókn. Góður bolti fyrir en skallið var ekki að marki. Það má taka fram að næsti leikur í Reykjaneshöllinni næstkomandi laugardag og hann verður í beinni hjá Keflavík TV reikna ég með okkar góðu samstarfsaðilum. FH var að spila í morgun og þar fóru leikar 2-1.
Nú þess ber að geta að það er Sölvi Santos sem er á kamerunni. Og tæknimaður Heisi Heisson. Já, það er ekki mikið að vera hér í þessum leik. Það er mikill barningur og ekki mikið að vera. Og það eru liðnar einhverjar 69 mínútur og enn ekki komið mark, 0-0 og það hefur varla verið tækifæri. En kannski er eitthvað að gera þarna. Nei, það er dæmt. Og það var verið að fá mikla hvatningu hér að lýsa þessum leik, en ég held að það sé bara fínt að láta hann líða bara svona áfram. En dómarinn hér í dag er Einar Ingi Jóhannsson og honum til aðstoðar eru Guðmundur Ingi Bjarnason og Kristján Már Ólafsson. Og það hefur ekki mætt mikið á þeim hér í þessum leik. Það komið 2 gulspjöld reyndar. En það er ekki mikið að vera í þessum leik. En Guðmundur Lýðsson, hann er komið með boltann, það getur verið hættulegt. Og Viktor sendir út á kantinn. Og góð sending inn á Brynjólf. Eða hvað? Nei, Brynjólfur nær þess ekki. Og það hefði verið saga til næsta bæjar.
held að það sé 15. hornspyrnan í leiknum. Það er nóg að gera í því. Sextánda hornspyrnan sem Blikar fá. Einu sinni var talað um að það væri vorbragur á leikjunum en ég held að þetta sé nú bara vetrarbragur en það er mið janúar. Miðju COVID. Góður rýtingur og nær boltanum fyrir og lætur hann fara í horn. Þetta er skemmtilegt sjónarhorn þarna. Og hvað gerist? Damir með skot en ólaus. Færa þennan stólfjanda hérna. Heyrist þetta ekkert nema brak og brestir í honum. Nú, það er skemmtilegu fróðleikur sem ég er að fá hér að leikurinn á laugardaginn. Það er blikar.is er með skemmtilega pælingar og staðreyndir og ég hvet ykkur eindregið til þess að fara inn á og skoða þessar staðreyndir sem að Pétur Ómar er að setja upp þar. En það má segja að sigurvegarar Fótbolta.net mótsins frá upphafi. Það er, þegar þetta mót býtur nú við, þarna er eitthvað að gerast, já. Við erum að fá fyrsta markið og leikmaður númer 14. Nú er eitthvað að gerast. Jason Daði Svanþórsson, 1-0, 74. mínútu. Leið og ég byrjaði að tala um hvað þetta var í slakur leikur að þá byrjaði menn bara að skora. 1-0 og það var Jason Daði sem að skoraði markið. Nú Keflavík vann þetta 2011, 2012, 2013 var Breiðablik, 2014 Stjarnan og við unnum þetta 2015, svo kom 2016 IBVF og 2017 FH. Og 2018 var það Stjarnan og 2019 unnum við þetta
mót líka og í fyrra þá vorum við í úrslitaleik á móti Skaganum og töpuðum fyrir Skaganum þar. Alexander, boltinn kominn aðeins og langur, en góð miðring. Brynjólfur, hvað gerir Brynjólfur? Skot og rétt framhjá. Grindavík að gera skiptingu. Já, það er lítið að marka skýrsluna þar með númerunum hjá KSÍ en
skilaboð frá Grindvíkingum að þessi númer 12 sem var að koma inn á Andri Daði, hann fæddur 2005. Röðnilegir hana Grindavík. Og það var mark. Já, já. Það er spurningi hvort að Brynjólfur hafi sett þennan. Það kemur ljós. Tvö 0. 83 liðnar og nú koma Blikarnir alveg á fullum krafti og hann rétt nær að slást yfir. Eftir áreiðanlegum heimildum þá var það Brynjólfur sem að setti þennan mark nummer 2.
Jú, leikmaður þarna númer 19, það er Viktor Elmar, nýbúinn að skrifa undir samning hérna hjá okkur, Blikunum. Leikmaður númer 19. Nú, það má kannski nefna það að í okkar lið hér í dag er Finnur Orri og Viktor Örn og þeir bræður og Oliver, þeir hafa ekkert fengið að spreyta sig hér í dag og sennilega verða ekkert, kom ekkert við sögu í þessum leik. Þeir voru bara hér á jogginu áðan. Þannig að það er fullt í gangi hjá Blikunum og góð byrjun. Brynjólfur í dauðafæri. Það er einhverja 3 mínútur, 2 mínútur eftir að þessum leik og 2-0. Já, að sjálfsögðu, það vantar náttúrulega Tómas Mikaelsen líka hér í dag. Og þarna fór hann illa í Brynjólf og fær rautt fyrir. Fekk gult spjald áðan. Og þá fær hann reisupassan. En það er stutt eftir. Sigurjón Rúnarsson, sonur Rúnars málara í Grindavík.
Damir með glæsilegt mark og þá endar þetta hér í dag og ég bara fyrir hönd Blika TV bara þakka ykkur fyrir að horfa og bara afsakið þessa truflun hérna í byrjun og endilega að það væri fallega gert og við bara sjáumst mjög fljótlega. Við þökkum ég og Sölvi Santos fyrir okkur í dag og verið sæl.